raddir hvísla svo sé því aldrei ferðu burtu frá mér. Þú ert Guð og ríkir enn. Þótt ég sjái framtíð mína, ég treysti á þig en ekki á menn. Og þennan sannleik mun ég sýna. Þú ert Guð og ríkir enn. Þótt ég sjái framtíð mína, ég treysti á þig en ekki á menn. Og þennan sannleik mun ég sýna, að þú ert Guð og ríkir Þó að óvinir mér hrelli, ég sigurkross þíns aðeins sé. Á þér minn Jesú augun festi, því þú ert Guð en ekki ég. Þú ert góður miskunnsamur, hefur verið og ert enn. Og þér til dýrðar allt þú vinnur. Þú ert Guð og ríkir enn. Þótt ég sjái framtíð mína, ég treysti á þig en ekki á menn. Og þennan sannleik mun ég sýna, já þú ert Guð og ríkir enn. Já þennan sannleik mun ég sýna, að þú ert Guð og ríkir enn. Þennan sannleik Mun vil ég ég sýna, að þú ert Guð og ríkir enn. Þú ríkir enn, halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Rabadara-rabakashandara. Þennan sannleik vil ég sýna. Þú ert Guð og ríkir enn. Þú ríkir enn. I feel change. Ég var sko eins og YouTube sístinu síðast, ég vissi þetta síðast, eitthvað búið. I feel Þetta er það er bara veist. Virkar ekki þannig. Kalli var ég veit ekki, ég held að hann sé bara að taka upp þá var hann bara að taka upp. Já, Kalli, hann var að tala eitthvað við Kalla áður en þú komst. En þetta er í upptöku, þá setum við að bringa seinna. Ég þori ekki að svara fyrir það, ég veit það ekki.
Það allavega upptöku. Ég veit ekki af hvað hún Já. Ég veit ekki. I see Jesus. Það eitt að finna og það annað að trúa. Jesus. I see Jesus. I see Jesus in this place. My soul does, and my soul does live within me. I see Jesus in this place. Soul does burn within me. I see Jesus. I see Jesus. Hallelujah. Syngjum til hans í heilögum anda. Soul does burn within me. I see Jesus in this place. Það snýst að sjá Jesú. Það svo sorglegt að fara í kirkju allt sitt líf og sjá aldrei Jesú. Við viljum sjá Jesú. Við komum saman ekki til að koma í kirkju, við komum saman til að eiga samfélag Jesú sem kirkjan. Amen. Halleluja. Amen. Komið sæl. Ég heilsa ykkur í Jesú nafni. Það spurning hvaða blaðsíðu við ætlum að taka hérna. Hilmar heiti ég og Kristinsson alinn upp hérna í Keflavíkinni. Ég kalla mig Orginal Keflikana og við ætlum að fara yfir orð Guðs hérna í dag. Ef við hugsum aðeins út frá við erum að koma saman og þá mér í huga Hebreabréfið 10:23
En við sjáum það hérna upp á skjánum, ef Kalli er svo einn að henda þessu upp á skjá fyrir okkur. Og það er oft gott að vita af hverju er ég komin. Ég veit til dæmis alveg, sko, ef ég er að horfa á fótboltaleik og hvetja Liverpool áfram, sko, þá veit ég alveg hvað ég er að gera, sko. Þá veit ég alveg hvað ég er að gera og það eru sumir sem eru bara standa ugg og ótta því að ég er að horfa á mitt lið, sko. En þegar við komum saman þá sem við höldum fast við játningu vonar vorrar. Án þess að kvika, því að trúr er sá sem fyrirheitur hefur gefið. Er hægt að kvika? Já. Og hvað er næsta setning? Hvað er næsta vers? Gefum gætur hvert á öðru og hvetjum hvert annað til kærleika og góðra verka. Við erum að hvetja hvort annað til kærleika og góðra verka. Við vorum að ræða þetta hérna á kallafundi í gær, að gera hið góða. Ritningin, það eru margir ritningarstaðir sem að fjalla þetta, að gera hið góða. En takið eftir, hvað segir næsta vers? Vanrækið ekki safnaða samkomur í heiðar eins og sumra er siður, heldur uppbyrðið hvert annað og það því fremur sem þið sjáðu að dagurinn færist nær. Og hvaða dagur er að færast nær? Hvaða dagur er þetta? Þetta er dagurinn sem að segir til að hann ætlar að koma aftur. Sjáðu til, Gamla testamentið, það fjallar hann ætlar að koma. Fullt af fyrirheitum. Yfir 300 spádómar bara Jesú Krist, Messias, hann ætlar að koma. Svo höfum við Guðspjallinn, 4. Hann kom! Við vitið, hann kom. Svo erum við með bréfin sem er að segja okkur frá hvernig við eigum að haga okkur þangað til hann kemur aftur og hvernig við eigum að framganga í kraftinum hans sem að veittist okkur við kraftaverkið á krossinum þar sem hann endur keypti þessa föllnu ímynd og líkingu sem tapaðist í garðinum með Adam. Oft þá erum við að hugsa þetta og ég er að hvetja ykkur í þetta, skoðið þetta. Ég heyri svo oft fólk segja, það vanrækir safnaðarsamkomur. Réttu upp henn sem að einhvern veginn vanrækir safnaðarsamkomur. Og hvað var ég að gera þegar ég var að vanrækja safnaðarsamkomu? Ég var í fílu. Þeir kom ekki svona fram við mig. Þú talar ekki svona við mig. Mér veist ekkert hvað er í þetta. Þetta er alltaf sama eitthvað. Peningaplokk. Og ég valdi það eins og margir að sitja freka við með rauðvínsglasið og bara lepja mín eigin sár. Var ekki að gera þið góða. Bitur, reiður og áður ég vissi á, þá var ég farin að uppfylla allt annan lista heldur en það sem að stendur það sem að Galatabréfið 5. kafli 22. vers byrjar og segja að þetta er ávöxtur andans, gleði, góðvild, friður, fögnuður og svo endar það á sjálfstjórn eða bindindi segir í sumum íslenskum, bindindi eða sjálfstjórn. Mesta frelsi sem þú átt, það fjallar sjálfstjórn. Að þú gerir það sem þú vilt gera og þú gerir ekki það sem þú vilt ekki gera. Þegar þú ert ekki frjáls, þá ert að gera eitthvað sem þú vilt ekki gera. Og hefur jafnvel engin tök eða hömlur, þú ert orðinn fangi þess að hvatir þínar eru orðnar bundnar. Og þetta er trixið það sem að synd gerir. Af því að óvinur veit hvernig þú ert, að ef þú ert ekki að lifa í fullustu þessa von sem þú átt, að vera sköpuð eða skapaður í Guðs mynd, að hið gamla var það engu og nýtt er orðið til, eins og 2. Kórinthubréf 5:17 segir, að þú ert ekki sannfærður þetta, að hið gamla var það engu. En ég ætla samt að lifa í þessum tilfinningum og ég hef notað þess afsakir, þú veist ekki hvað ég hef lent ekki. Þú skilur ekki hvað ég hefur gengið í gegnum. Ég var misnotað sem krakki og pabbi minn var að drekka og þetta og hitt og svo fór ég bara sömu braut og ég var í áfenginu og dópinu og öllu þessu.
En svo þegar ég heyri hann, ég gleymi því aldrei þegar ég fór að heyra Jesú. Ég ólst upp við að heyra þessar sögur, safnaði Jesú myndum, geggjað og gáfa frá umfundum og bara syngja fyrir Jesú. Þetta gerði eitthvað í hjarta mínu. Jú, svo fermdist ég og mér fannst það eitthvað tignalegt og ég vildi vera að gera gott og þess áttar. En minn skilningur, hann velt svolítið á þessu. Mér fannst ég vera að gera gott þess að fá prik hjá Guði, sko. En svo læri ég að Biblían að kenna mér allt annað, að hægri höndin á ekkert að vita hvað svo vinstri gerir. Að þegar ég geri gott, þá er það ekki til þess að sýnast eða til þess að miklast af, heldur ég geri það af því að það er hjartalagið mitt sem segir þetta. Sem sagt, við vorum að hugsa þetta, að gera gott, og áður ég fer inn í það skjal, ég er að reyna að finna það hérna, að sem sagt, við komum saman á samkomið til að uppbera hvort annað í kærleika til góðra verka. Það er þess að samkomið uppbörfun. Það er ekki til að segja að þú ert ekki nóg, því að það getur ekki verið, því að hann uppfyllt allt. Hún las hérna fyrir okkur fyrir samkomuna Rómarbréfið 8. kafla. Það er ekkert sem getur gert þig viðskila við kærleika Guðs í Kristi. Ekkert. Það er ekkert sem getur gert þig viðskila við kærleika Guðs sem opinberast í Kristi. Ekkert. Þannig ætla ég samt að sitja í fílu. Og ég ætla að vanrækja safnaðarsamkomuna. Ég er að reyna að tala líka til þeirra sem að ég hef verið í þessum sporum, sem sita bara í sárum sínum og þeir finna ekki leiðina fyrirgefningu og þeir velta fyrir sér af hverju eru í þessu ástandi og annað. Eitt af það besta sem getur gert, það er að koma og hitta trúsystkini. Eitt af það besta sem alkohólisti gerir, það er að fara á fund. Af hverju? Af því að þar upplifir hann að hann er ekki dæmdur. En síðan lærir hann að vaksa og dafna í Guði. Hann lærir að vaksa og dafna og lærir að skynja að vegurinn sem hann verið að feta fyrir hann, það verið að segja, svona gerir þú gott, hérna eru 12 spor, svona gerir þú gott, þetta er leiðin. Og áður hann veist af að þá ertu farin að lofa Guð og þú fyrir átt að þú ert ekki Guð, þú stjórnar ekki. Það er eitthvað sem er meira en þú. Og þú fyrir að hætta að vanrækja fjölskyldu þína, þú fyrir að hætta að vanrækja vináttuna, þú fyrir að hætta að vanrækja kirkjuna þína og þú byrjar að taka þátt. Við erum sköpuð til þess að vera í samfélagi. Við erum sköpuð til þess að vera í samfélagi. Þetta með að gera gott, að þetta fjallar nefnilega það að sönn kristni fjallar ekki að mæta í kirkju, það er að þekkja Jesú. Jóhannes 17:3 segir, þetta er hið eilífa líf, að þekkja Guð og þann sem hann sendi son sinn Jesú Krist. Þetta er það sem hann dó fyrir og þetta er það sem hann kom til að gefa þér, að þú getur þekkt hann, þú getur verið í samfélagi við Guð. Það er engin aðskilnaður milli þín og Guðs. Og ég heyri fólk tala um að ég kann ekki að biðja, ég kann ekki að biðja. Þetta er ekki einhverjar formúlur. Kanntu að tala? Ok. Kanntu að hafa áhyggjur? Já. Snúðu í öfugt og þá ertu farin að biðja. Ef þú kanntu að hafa áhyggjur, þá kanntu að biðja. Já, til hvers að biðja þegar maður getur haft allar þessar áhyggjur? Til hvers að biðja þegar þú getur haft allar þessar áhyggjur? En áhyggjur er það sem að knýr þig áfram. Það er til von, það er til eitthvað meira. Þetta er ekki endalega staðan. Þetta er ekki staðan sem mér er annmörkuð og að ég verið fastur í þessari stöðu. Og við skulum hugsa þetta fjallar ekki kristni fjallar ekki að mæta í kirkju. Kristni fjallar að þekkja Guð.
Og kristni fjallar ekki að þú verið þekktur eða frægur af því að þú hefur einhverjar andlegar gjafir frá Guði. Auðkynnið getur ekki verið í því að því að þú baðst fyrir ykkur og hann læknaðist eða þú spáðir ykkur og það varð það getur ekki verið auðkynnið þitt. Þú verður að þekkja Jesú. Það fjallar þetta. Það að gera þig góða. Það að þekkja hann. Það verið í stöðugu samfélag við hann og hvetja hvort annað. Hvetja hvort annað. Hei, þetta verður flott vika. Það eitthvað gott í stafni. Þetta verður æðisleg vika framundan. Það eru góðir hlutir að koma til þín. Guð er bara góður. Þetta verður meiri háttar vika. Þetta verður meiri háttar vika. Þetta verður geggjuð vika. Það bara meiri háttar vika framundan. Það eru bara góðar fréttir og allt gott. Svo lengi sem þú hlustar ekki á RÚV. En sjáðu til, að gera þig góða, að Lúkas 6:27, að þá segir Jesús, en ég segi yður, er á mig hlýðið. Þannig að þú ert að heyra í Jesú. Jóhannes 10. kafli talar mínir sauðir heyra mína raust. Þú heyrir. Segðu þetta, ég heyri. Þú heyrir í Jesú. Hann talar til þín. Það líka úlfur sem vill tala til þín og við erum að tala þetta. Hann segir, ég segi við ykkur sem á mig hlýðið, elskið óvini yðar, gerið þeim gott sem hata yður. Gerið þeim gott sem hata yður. Það eitt þegar við syndgum, þegar ég gerir rangt. Biblían segir ef þú syndgar, ekki þegar þú syndgar. Biblían segir þegar þú fastar. Og ef þú syndgar. Það munur þarna á. Þannig ef þú syndgar, af því að, við skulum taka þetta einu sinni fyrir. Synd á hebresku hamartía. Ha neikvæði greinir, martía komið að stikla af orðunni meros, sem þýðir form. Neikvætt form. Andstæða meros, það getum við lesið í til dæmis Anna Kórintubréf 3:18, þar sem að við erum að horfa á orðið með óhjúpuðu andliti og við umbreytumst, metamorfó. Meros, metamorfó. Synd neikvætt form og þegar þú endurfæðist, alveg svo lirfan, hún hérna alveg spriklandi, svo allt í einu brýst út fiðrildi. Þetta skilum við. Þú ert ekki lirfa með vangi. Þú ert annarkvæmt lirfa, sem sagt óendurfæddur. Þekkir ekki Jesú, hefur ekki sagt já við hann og áttar á þessu verki sem að hann gerði, þess sem að borgaði með blóði sínu, að ímynd og líking Guðs endurreist í þínu lífi. Og það ekkert sem getur gert þig viðskilið við hann. Rómarbréfið 7. kafli segir þú ert samofinn honum. Og hvað mikið fjarlægi því að vera samofinn? En mér finnst því svo, hvað fjarlægi? Já, ekki lifa eftir tilfinningunum, trúðu. Trúðu að þú ert samofinn. Ég búinn að reyna þetta. Ég reyndi að fara í listan hérna, hórdómur og ofdrykkja og allt þetta. Ég búinn að reyna að uppfylla þennan lista. Hann gengur ekki upp. Að því að Jesús, hann alltaf hérna. Ég elska þig, Himmi. Ég elska þig. Hætta að elska mig. Ég gerði tilraun til þess að reyna að láta Guð hætta að elska mig. Það tókst ekki. Þannig að þið getið gleymt þeirri tilraun. En sjáðu til, hamartía og metamorfos. Það hefur eitthvað gerst inn í inníinu. Og ég segi ofta þessa sögu þegar ég frelsaðist. Ég man þegar ég hitti Kitt og Dísu í flugvél í 30.000 fetum, var að koma frá 3 vikna skemmtiferði frá Mallorca. Ég var lent á gjörgæslu með brennivínseitrun og alveg út jaskaður. Og ég var svo þreyttur. Ég hélt að þetta verið lífið. Ég var eitthvað rúmlega 20 og þarna var KFUM-strákurinn í Keflavík alveg
búinn á því. Og ég man eftir ég reyndi að fara með faðirvorið og ég mundi ekki nema helmingin og ég hafði bara, hvers konar auming ertu? Ganti ekki eins og faðirvorið? Liggjandi á gjörgæslu. Síðan ég í flugvélni og þú hefur ekkert mikið val, 30.000 fet gluggasæti og fólk að segja þér frá Jesú. Ég meina, en ég man mín hugsun að þessi, kannski ætti ég að reyna að pröfa að biðja því að Guð væri nærri mér að því að ég í 30.000 fötum. Þetta var Guðfræði mín á þeim tíma. Ég man ekki svo endilega hvað hann sagði, en bara það stakst í hjarta mitt. Og ég man sérstaklega eftir að vikuna næstu viku eftir, að þegar ég fer í vinnuna, ég var að mála, sem málar upp á flugvelli og það eru svona iðnaðartal, svona eins og iðnaðarmenn tala. Ef þú tekur upp iðnaðartala og heyrði bein útsýning, þá heyrði bara bíp, 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 bíp. Og ég ætlaði að taka þátt í samræðunum og ég gat það ekki. Vitið af hverju? Ég gat ekki blótað. Ég var ekki að reyna að blóta ekki, það bara... Minnir stundum á þetta atriðið úr Liar Liar, með honum Jim Carrey. Það kom bara ekki út. Ég gat ekki sagt það sem ég ætlaði að segja. Ég man þetta, ég fór inn á bað og ég bara sagði, hvað hefur gerst inn í henni mínu? Hvað hefur gerst? Get ekki blótað. Þannig að síðan fór ég að læra að gera þetta sem að heitir að gera þetta góða. Og ég ætla að taka aðeins hérna fyrir að það er sem sagt, við erum að gera þeim gott sem hata mig. Og við lesum líka í Lúkas 23:34, þar sem Jesús hann segir, Faðir fyrirgefðu þeim, þeir viti ekki hvað þeir gera. Ég þurfti að læra þetta á þennan veg, að þeir sem höfðu brotið gegn mér, þeir sennilega vissi ekki hvað þeir voru að gera, eða vissi ekki hver þeir voru í Guði, í Kristi. Og þar af leiðandi hagaði sér á ákveðinn hátt. Þeir hafa ákveðinn talsmáta, hafa ákveðinn hugsunarhátt. Og þeir gera eitthvað af sér sem er ekki gott. Og það er erfitt þegar ég þarf að gera gott þegar einhver hatar mig, að gera á minn hlut. Og þegar ég er að hugsa þetta, þá er ég að hugsa líka að það sem hefur angrað mig, sko ástæðan fyrir þessum samræðum sem ég fór að hugsa með að gera gott. Ég var í samtali við Keith Wheeler, vin okkar sem var hérna, og hann var að deila þessu með mér, hvernig hann þurfti að læra þetta, að gera gott. Bara Guð lét hann ekki í friði, gerðu gott. Það var mjög illa komið fram við hann í einni kirkju, mjög illa, á þess að ég fari nánar út í það. Og þá lagði Guð honum að hjarta að senda pening þangað nafnlaust. Og hann sagði þetta var erfitt. Þetta er bara ósanngjarnt. En hvað kennir Biblían okkur? Þú munt safna glóðum á höfuð þeirra. Það er eitthvað sem byrjar að vakna upp í huga annara. Og það sem kenna okkur að gera gott, að við þurfum það segir að við verðum eins og Jesús. Við högum okkur eins og hann gerði. Og það var vers í Hebreabréfinu 12:3, ef ég man þetta rétt, Hebreabréfinu 12:3, settu það fyrir mig, Kalli, ef þetta er ekki rétt hjá mér. Ef það er ekki Hebreabréfinu, þá er það Rómverjabréfinu 12:3. En þar segir, hann er búinn að segja, einblífum á hann, horfi til hans, Jesús Kristus, sem er höfundur og fullkomnari trúar okkar. Og þegar ég er að horfa á hann, og þetta er það sem er oft erfiðast, að það er að horfa til mín fyrsta hugsun er að horfa til hans. Já, segðu, svo kemur þetta, virðið hann fyrir ykkur, sem þolað hefur slíkan fjandskap gegn sér af syndurum. Af hverju eigum að virða hann fyrir okkur? Til þess að ég og þú þreytust ekki og látum ekki hugfallast. Við eigum að virða fyrir okkur Jesús sem að leið þolinmóð á krossi vegna þeirra gleði sem beið hann, segir versu á undan. Það var gleði, þú ert á krossinum.
Það er búið að afskræma hann svo að ritningi segir, hann var óþekkjanlegur. Getið ímyndað eitthvað að þeir settu kristna hérna brenndu á báli. Líkin voru óþekkjanleg. Þú vissir ekki hvort það var Stína eða Steini eða Palli eða Kaja frænka eða hver sem er. Óþekkjanleg. Og ritningi segir, hann var óþekkjanlegur. Hann líður á krossinum vegna þeirra gleði sem beið hans. Og við förum að horfa á þetta, býtu, hvernig leið hann? Jóhannes 8. kafli segir okkur þegar hann kemur inn í garðinn, og þetta var einkagarðurinn þeirra. Þetta var leynistaðurinn þeirra. Þetta var uppáhaldsstaðurinn þeirra. Og þar hann svikinn með kossi. Segðu hvað þetta getur komið nálægt þér. Þetta er eins og maðurinn sem fer með hjákonuna inn á uppáhaldshótelið þar sem brúðkaupið var með konunni, skilur. Þetta var þeirra staður. Þetta var þeirra staður. Hugsaðu hvað þetta er ljótt og svona, þú veist, gast ekki farið eitthvað annað. Ætlar að svíkja mig hérna á okkar stað, á leynistaðnum okkar. Og það er svolítið flott sem það kom fram, það sagði bróðirinn í gær, þú veist, og hann vissi sennilega ekki hvað hann var að segja, því að hann segi, Jesús, hann er með þetta allt undir stjórn. Og vitið þið það er nákvæmlega það sem að Jóhannes að Guðspjalli þekkt fyrir, að það lýsir Jesú þannig, hann er með allt undir stjórn. Mattheus lýsir hann sem konungur, síðan Markus meira hvað hann er mennska hans, en Jóhannes lýsir honum, hann er með allt undir stjórn. Og sjáu þið til, þegar við lesum, förum yfir, ég bara fer yfir þetta vegna tímas. Pétur tekur upp sverð. Hann er vopnaður. Og hvað gerir hann? Hann sneiðir eyrað, hann segir hægra eyrað á Markusi. Ef við viljum greina þetta, þá er hann sennilega örvhentur. Ekki að það skipti ykkur máli. Jú, Benjamin voru þekktir fyrir að vera örvhentir. Hann sneiðir eyrað á hann og hvað gerir Jesú? Hann græðir eyrað á Markus. Hann stóð ekki og beið hérna, Markus, ef þú fer með frelsisbennina, þá skal ég... Hann var ekki að nýta kringustæðurnar. Hann græddi eyrað á mannin. Og hann sagði, hvers leitið er? Jesú Krist. Ég er. Og þeir falla tilbaka. Herdeild Rómverja, þetta voru musteristjónarnir eða verðirnir í musterinu, þetta hefur sennilega 600 manns að er áætlað. 600 manns að koma að handtaka einn mann. Af því að hvað sagði hann? Ef við lítum aðeins á, hvað sagði hann? Hann segir til dæmis hér segir hann í Mattheus 18:10. Ef þú gerir eitthvað gegn þessum smælingum, þú mátt setja upp þetta vers, Mattheus 18:10. Ef þú gerir eitthvað gegn þessum smælingum, hvað eru smælingjar? Það eru lítil börn. Varist að forsmá þýðir að spilla. Eitthvað af þessum smælingum, litlu börnum, ég segi þér að englar þeirra á himnum njóta jafnan návista míns himneska föður. Og síðan kemur það er betra fyrir þið að setja myllustaðinn um hálsinn og hoppa út í sjó. Og hvað er verið að ráðast á núna? Hvað eru mörg okkar sem eiga börn? Hvað eru mörg okkar sem eiga barnabörn? Og við þurfum að hugsa, það er verið að gera eitthvað vont. Ég er að heyra sögur 7 ára afastrákurum minn, hann reyndar hann 8 ára núna, þegar hann kemur heim og spyr, mamma, akkur á maður að taka mynd af tippin á sér? Hún bara, hvar heyrðu þetta? Þetta var að plakat í skólanum eða eitthvað. Það verið að ráðast á börnin okkar. Og við gerir gott. Gerir gott. Við ætlum ekki að þegja, en við þurfum að gera gott.
Og þá ætlum við að finna leiðina til að gera gott og að því að við erum að virða hvernig Jesús gerði þetta. Þú sér að Pétur tók sverð og þetta var þeirra hugsun. Þeir héldu að hann væri Messias konungurinn sem var að koma og taka yfir og rústa Rómverjum og henda þeim út. En þetta var öðruvísi leið sem hann fór. Það var leið auðmýktarinnar. Fílippi-bréf 2. kafli, 1. kafli segir okkur, reyndar í öðrum kaflanum, það segir sko, hann svipti sig öllu. Hann tók á sig þjónsmynd. Hann tók á sig þjónsmynd. Og síðan áframhaldandi í þessu, þá segir, gerið allt á þess að mögla eða hika. Þið eigið að skína með á þessa rangsnúnu kynslóðar. Og þegar þú horfir á vita sem er að skína, vitin eitthvað að pæla í hvernig veðrið er? Ég ætla ekki að mæta á bænastund núna, það er svo vont. Ég ætla ekki að mæta á bænastund af því að ég ætla ekki að mæta, þú átt að skína. Og ég reyna að segja, ég ætla að koma þessum punkti skila til ykkar. Orðskviðni 13:22, það tala arfleið fyrir barnabörnin. Hygginn maður eða hygginn kona, hún skilur eftir arfleið fyrir barnabörnin. Hefur þetta bara með fjárhag að gera? Nei. Af því að Tímóteusarbréfið, síðara Tímóteusarbréfið 1:4, þá Páll að tala trúin sem var í ömmuðinni. Trúin sem var í ömmuðinni Tímóteus, hún í þér. Og af hverju hún í Tímóteusi? Af því að amma var að biðja. Það fátt hættulegra fyrir ríki myrkursins heldur biðjandi amma og biðjandi afi. Það fátt hættulegra heldur fólk sem að skilur hvað það að skína fyrir Jesú, gerir alltaf sem mögla eða hika, það biður. Fílippi-bréf 1:19, ef þú getur sett þetta versu fyrir mig, hvað gerir bænin? Að gera gott. Það fátt betra heldur en að biðja fyrir öðrum. Horfðu á hvernig Jesús gerði þetta. Hún las þetta fyrir okkur Rómverjabréf 8. kafli. Hann að biðja fyrir þér núna. Og þú átt að gera eins og hann. Ert þú að biðja fyrir ykkur? Ert að biðja fyrir ykkur sem að þú veist að hatar þig? Ert að biðja fyrir ykkur sem þú ert ekki sammála? Ert að biðja fyrir börnunum og barnabörnunum? Hér segir, því að ég veit að bænir ykkar og hjálpin sem andi Jesú Krist veiti mér mun frelsa mig. Bænir sem að þú gerir getur komið seinna sem fljót inn í líf barna og barnabarna. Ég hef svo oft rekið mig á, ég hef verið að hitta fólk og ég hef talað við ykkur og ég sé bara, ef að þú átt ekki biðjandi ömmu, þá veit ég ekki hvað, því að dýr Guðs yfir lífið þínu. Og svo þú fyrir að spyrja viðkomandi, já, og ætlar að reyna að hlaupa frá Guði áfram. Heldur að þú getur hlaupið hraðar heldur en bænir ömmu þinnar? Nei. Af hverju gefst ekki upp? Af hverju viltu vera í hamartía? Af hverju viltu vera í þessu neikvæða formi, þess að syndin runnin til allra manna, allir hafa synda og skortir Guðs dýrð. Af hverju viltu ekki eignast Guðs dýrð? Þú átt að gefa upp það sem þú varst aldrei hannaður að hönnu til þess að vera. Áttu á því. Það verið að biðja okkur að sleppa hendinni, fagnarendi fjallar að við gefum líf okkar upp, við afneitum sjálfum okkur, tökum upp krossinn og fylgjum Jesú. Og hver þetta að afneita? Þú ert að afneita hamartía, neikvæða forminu sem þú varst aldrei hannaður að hönnu til þess að lifa í. Og bara þetta snýst þetta. Nei, ég er ekki þessum að Guði þess skapa þetta. Nei. Þú ert að manifesta synd. Þú ert að sanna fyrir mér að þetta er svona. Besta sönnunin fyrir þessu, talaði við lítil börn. Horfðu á þau. Fóru þau í sérstakann barnaskóla til þess að læra, ég á þetta. Fóru þau í sérstakann skóla og segja, nei. Þetta er innbyggt. En við þurfum að læra, og veistu hvað segir hérna? Hér segir á einu stað.
að við verðum gróandi, að þjóðlíf okkar er gróandi með þverrandi tár sem þroskast á Guðsríkis braut. Þetta er síðasta erindið í þjóðsögnum okkar. Að þroskast á Guðsríkis braut. Fyrsta erindið er: Ó Guð vors lands og land vors Guðs, við lofum þitt heilaga nafn. Eru börnin ekki orðin heilög í dag? Á vanhelga að það má kenna og fara með þennan lista. Þú getur lesið þetta einn listin er í Kólussarbréfinu 3. kafli, fyrsta versi byrjaði svona: Fyrst þið eru uppreist með Kristi. Hvað gerðist þegar þú tókst skírn? Gamli maðurinn, hamartía, neikvæða formið, holdið, þú grófst það. Það var bara og upp kemur allt í einu. Halleluja. Vá, það er eitthvað nýtt inn í inníunu. Shabrahayan andreika. Haha, wai sapana. Hvað er þetta að gera núna? Ég er að tala í tungum. Heilagur andi gaf mér tungutal. Og hjálpar það? Já, Biblían segir mér að ég á að byggja mig upp í minni helgustu trú með að biðja í heilugum anda. Byggjum okkur upp í okkar helgustu trú. Þetta er heilug trú. Andi Guðs kennir hvað er heilagt, hvað er vanheilagt. Andstæða þess að vera heilagt er almennt. Þetta er bara svona almennt. Ekkert spes, þetta er bara almennt. Það er munurinn. Ef að börnin okkar er ekki heilög, og ef við erum ekki að biðja fyrir þeim, trúin sem er í og afa getur verið í barnabörnunum. Að vend Guðs, englar þeirra koma fram fyrir Guð. Og ritningi segir, ef ég man rétt, Sálmur 103, þá er hann að tala að englarnir þeir bíða eftir skipunum. Þeir bíða eftir skipunum. Var ég búinn að fara með ykkur í Orðskviðna 13:22? Ég er að ljúka málu mínu hérna. Kalli verður að hjálpa mér. Þú ert miklu fljótar heldur en ég að fletta. Orðskviðni 13:22. Ég vil skilja þessi versi eftir með ykkur. Þið náðu Orðskviðni 13:22, já. Góður maður lætur eftir sig arf handa börnum og barnamönnum en eigur syndarans kom í hlut réttlátra. Það er payday framundan. Ha? Haldið bara áfram að kaupa verðbréfin ykkar maður. Heyrðu, nei. Góður maður. Förum næst í Sálm 112, vers 1-3. Sálmur 112, 1-3. Ég er að hvetja ykkur og uppbjóra ykkur til góður að verka í kærleika. Erum við komið með þetta? Halleluja! Sællir sá sem óttast drottinn og gleðst yfir boðum hans. Og næsta vers. Niðjar hans verða voldugir í landinu. Ætt réttvísra mun blessun hljóta. Niðjar þínir, ef að þú sem amma og afi heldur áfram að biðja fyrir þínum niðjum, verða þau voldug í landinu. Og hvað er næsta vers? Nægtir og auðafi er í húsi hans og réttlæti hans stendur stöðugt að eilífu. Við munum að réttlæti þýðir að þú stendur rétt með Guði. Þú hefur verið sýknaður eða sýknuð, þú ert saklaus fram fyrir Guð. Það er ekkert á milli þín og Guðs. Ein fórn í eitt skipti fyrir öll. Ein fórn í eitt skipti fyrir öll. Hann er búinn að afgreiða syndina. Jafnvel syndina sem þú framkvæmir eftir hádegi. Jafnvel syndina sem þú syndgar á morgun. Kemur til hans. Þegar hann er trúr og réttlátur og blóð hans hreinsar þig að sérhverri misgjörð. Blóð hans, þetta er skrifað í þetta vers í 1. Jóhannesarbréf 1:9, að þetta er skrifað þannig að það er stöðulega. Þetta er stöðulega að hreinsa. Það er óstöðulega, alltaf að hreinsa þig. Þú snýrðir að Jesú, hann hreinsar þig. Já, við fórum í Sálm 112 og við vorum búin að tala englana í Mattheus 18:10 að gera þessum litlu börnum ekki neitt því að betra verið að setja myllustinn hálsinn á þau. Það var gaman að lesa þetta fyrir
þá sem að halda þetta sé í lagi að setja svona námsefni sem að hæfir ekki þessum aldursflokki. Og það bara, vitið þið það, athyglisvert, að því ég var að undirbúa mig og ég var að skoða þetta, að þegar ritningi talar falsspámenn, það tala þetta til dæmis í 1. Pétursbréfinu, 2. Pétursbréfinu, Júdasarbréfinu, að þegar falsspámenn eða falskennendur komu inn í kirkjuna og Þessalóníkubréfið talar þetta að fráfallið mun koma fyrst áður en dagur drottins kemur og fráfallið apostasía eða það þetta villukenningar inn í kirkjuna. Að kirkjan fyrir að umfama alls konar hindúisma, alls konar jóga, alls konar vitleysu bara sem að, þetta skurðgoða dýrkun. Þú ert að halda fram hjá Jesú, ef þú ert að daðra við jóga þú ert að halda fram hjá Jesú. Ef þú ert að daðra við þetta þú ert að halda fram hjá Jesú. Ef þú ert að daðra við eitthvað, því hann sá sami. Hann eins í dag og í gær og aldir alda. Og þegar þessi falskennendur kom inn, þá kemur þessi röð, hvað voru að gera, og þá alltaf samhengi við Sódóm og Gómorra. Og þetta getur rakið til 1. Mósebókar 7. kafla, þegar englar voru að daðra við mannfólkið, og ritningi segja þarna eru risarnir, annað orðið yfir þetta eru nefílimar, og út frá þessu verður Nóaflóð. Þú trúir þó ekki á Nóaflóðið? Jú, það gallið með mig, ég trúi Biblíunni. Það nefnilega svolítið gallið með mig. Ég trúi ritningunni. En sjáðu til, það sem að Jesús þegar hann talar við þá, að ég ætla að enda á þessum 2 versum, það Lúkas 6, ég var búinn með Lúkas 6 og þá það næst Lúkas 11. Sjáu hver, hérna Jesús að tala við þá, að hann að tala hið ytra og hið innra, yfirskriftin í versi 37. Og þeir eru þarna að borða og þeir eru að hafa áhyggjur að hann, þeir þvo ekki á sér hendurnar eða einhverja siði og fólk oft uppteknar í einhverju ritúali, að framkvæma eitthvað ritúal heldur en að þekkja Guð. Já, ég er skírður, ég er fendur, tjekk. Jesús ekki bara einhver farmiði til himna, hann til þess að þú þekkir hann. Og þú líkist honum, þú umbreytist í ímynd og líkingu hans. Að þú fyrir að eiga við lífið eins og Jesús gerði. Og veist, eins og ég var að segja ykkur, hann segir við að virða hann fyrir okkur, hvernig hann leið til þess að við þreytust ekki, til þess að við gefumst ekki upp. Sjáið Jesú fyrir ykkur á göngunum með krossin, sko, ef þú slær með einu sinni enn, hann nýjur sig ekki. Ef þið rækið einu sinni enn á mig, þá bara droppaði krossin og þið getið átt ykkur, skítapakk. Sjáu það fyrir ykkur, bara, nei, af því að hann er kærleikur. Hann er kærleikur. Kærleikurinn bregst aldrei. Hann að tala þarna við þá, og ég segi stundum þessa sögu, þegar ég var alast upp í Keflavík, bjó á Mávabrautinni, ég var einhver smá polli og ég var í baði og mamma hún kendi okkur alltaf að signa okkur eftir maður kemur úr baði, sko, það var púður og ullabólur og alles. Kannist þið þetta? Já, þetta var bara, svona var þetta. Nema eitt skipti þá ég í baðinu og mamma niðri og ég gala hástöfum. Mamma, það passar ekki! Hvað passar ekki, Himmi minn? Það passar ekki! Og hún kemur hlaupandi upp, þá stend ég í baðinu. Ullum, doff, kikilani! Og það búin að ruglast á ritúlinn. Það passaði, gekk ekki upp í nafni Föðurs, Guðs, Föðurs, Sonars og Heilags Anda. Og svona gerum við oft, við höldum að ritúali, þetta vegstika til þess að kenna þér sannleika, svo lærir að þekkja hver hann er. Og þannig eru þeir, og þeir hafa áhyggjur af þessu, að þeir eru ekki að og hann segir við, þeir hafi meira áhyggjur að hreinsa þetta ytra heldur en innra.
Og svo segir hann við á hérna, vegiður, þér eru eins og duldar grafir sem menn ganga yfir á þess að vita. Þá tók lögvitringur einn til orða, þetta er 44. og 45. versið, þá tók lögvitringur einn til orða. Meistari, þetta er hatursorðræða. Þú meiðir oss líka með því sem þú segir. Þetta er hatursorðræða. Hann er að segja sannleikann. Nei, það er hatursorðræða. En sjáðu hvað hann segir í 50. og öðru versi. Veiður þið lögvitringar, þér hafið tekið brott lykil þekkingarinnar. Sjálfir hafið þér ekki gengið inn og þeim hafið þér varnað sem inn vildu ganga. Veiður þér sérfræðingar sem að taki burt lykil þekkingarinnar, að börnin okkar fá að alast upp í þeim gildum sem að þjóðin okkar er byggð á. Hvað sagði ég síðasta versi hérna í þjóðsöngnum okkar? Að það segir, og var hertogi á þjóðlífsins braut, Ísland 1000 ár, verði gróandi þjóðlið með þverrandi tár sem þroskast á Guðsríkis braut. Og vegiður ef þið ætlaði að loka þessum dyrum, vegiður ef þið ætlaði að segja að þetta skipti ekki máli, að það þarf að skipta kennsluefni. Ég segi vegiður. Og ég er að kalla fólk til bæna. Biðja. Það er það sem að Jesús sagði okkur að gera. Hann sagði ekki farið í mótmálagöngu. Hann sagði ekki skrifaðu blogg. Hann sagði biðja. Biddu fyrst, skrifaðu svo. Biddu fyrst og farðu síðan í mótmálagöngu. Biddu fyrst, farðu á hnén, biddu fyrst. Þá getum við farið að díla við þetta. Því að það er ekkert eins hræðilegt fyrir óvinnin eins og fólk sem kemur saman, ég tala ekki um ömmur og afa, sem vita hvað arfleifð er og er biðjandi fyrir börnum sín. Það skelfir myrkraveldið. Það skelfir myrkraveldið. Og hugsið ykkur að þetta kom í samræðinu líka í gær, að rugglaðist náttúrulega aðeins sagan að sá sem hendi sér útburðis. Það var ekki Páll heldur Jónas, en það var bara fyndið og skemmtilegt. Við nefnum ekki nöfn eða neitt þar, en þannig talaðum í Póstulasöfnu 27 og 28. kafla þegar það verður stormur og Páll segir við á að betra hefur ykkur að fara ekki. En hundraðshöfðinginn ákvað að fylgja sérfræðingunum fremur en orði Páls. Hann ákvað að fylgja sérfræðingunum frekar en orði Páls. Og hvað varð? Skipbrot. Sumir líða skipbrot í trún sinni. Við skulum koma hér að enda og við erum að athuga að hugleysi. Guð gaf okkur í anda hugleysis og anda kraftar, máttar og stillingar. Hann sem byrjaði í þér góða verki, hann mun fullkomna það. Hann er að verka og starfa í þér. Ég vona þessi fáu orð sem ég deildi með ykkur hérna, þetta vekið upp, að þú mætir til bæna, að þú heyrir ákallið. Við þurfum að biðja fyrir þessari kynslóð. Það er komandi kynslóð. Það er komandi kynslóð. Því að hugleysi, það er það sem hamlaðir að heyra frá Guði. Hugleysi hamlaðir að heyra og mundu, sannleikurinn breytist ekki við tíma. Hann breytist aldrei í tíma. Og þegar þú vitnar í Biblíun, hvað miðaldar eitthvað? Sannleikurinn breytist ekki við tíma. Jesús er hinn sami. Ef hann er hinn sami, þá getur hann ekki verið hinsegin. Hann er svo sami. Í dag og í gær og aldir alda. Amen. Faðir, við þökkum þér fyrir þitt lifandi orð. Við þökkum þér fyrir að við fáum að sitja hér saman og uppörfa hvort annað. Til kærleika og góðra verka. Við biðjum þig, andi Guðs, andi Jesú, að þú vekir okkur til bæna, að þú vekir okkur að gera hið góða, að boða þitt orð, að biðja fyrir þeim sem að hata okkur, að sýna visku og vísdóm þinn, Drottinn. Drottinn, þú segir í Sálmi 90, kennd okkur að telja dag okkar, svo við megum eiga viturt hjarta. Og Drottinn, eins og þjóðsöngur okkar hljóma, þú ert Guðs vors land og land vors Guðs. Og hugsið ykkur,
Þjóðsöngurinn samin upp úr Sálmi 90. Gefðu okkur viturt hjarta, Drottinn. Kendu okkur að telja daga vora og gefðu okkur viturt hjarta. Ég bless ykkur í nafni Jesú. Megi náð hans og miskunn vaka yfir ykkur. Megi hann eiga samfund við ykkur í draumum og sýnum. Ég blessa fjölskyldur ykkar, ég blessa atvinnu ykkar, ég blessa áheyrendur mínar hvar sem þú ert að hlusta núna. Og ég segi snúðu þér til Guðs. Snúðu þér til Guðs. Snúðu þér til hans. Gefðu upp þitt neikvæða form og umfaðmaðu hann og láttu umbreytast í ímyndu og líkingu sonar hans. Í Jesú nafni. Amen.